Ég svona fyrstu viðbrögð eftir sigur á Íslandsmeistaranum. Já, hún bara frábær tilfinning og frábær leikur okkur hálfu ekkert aðeinslega stoltur af liðinu. Mikið breytingu fyrir leik, menn í sókn, meiddir og svona alltaf sagan Sævar Atla. Var það eitthvað svona auka innspilling fyrir leikmenn fyrir þennan leik? Já, klálega. Ég meina, við erum með rosalega svona jafnan og sterkan hóp og engin svona feelingur að menn myndu gera eitthvað annað en að stíga upp og bara virkilega ánægður með liðið. Það var óþolinmóður að sjá markið koma, þið áttu náttúrulega einhver færið þarna. Já, við komumst í fullt af sénsum og en svona einhvern veginn feelingurinn var að við myndum ná að breyka á það og setja mark og það kom og virkilega vel gert hjá Manga og já. Þið búin að mæta þeim 2 ára áður í sumar, fannstu að strákarnir hefðu trú á þessu fyrir leikinn? Já, 100%. Ég bara lögðu leikinn vel upp og strákarnir voru svona einhvern veginn ótrúlega fókuseraðir á hlutunum sem við ætlum að gera og mér leið svona eins og kom inn í hálfleik og tala við liðið að það var bara svona þeir eru búin að vera geggjaðir sko, bara fylgja einhvern veginn planinu og bara svona ótrúlega massífir og það var bara planið einhvern veginn bara restart og nákvæmlega saman. Mér fannst þau bara hreint geggjaðir sko. Þurfa að breyta eitthvað svona ykkar nálgun í leiknum eftir að Sævar Atli fer? Já, að sjálfsögðu og mér fannst bara viðbrögðin við því virkilega góð, virkilega. Þeir eru búin að bjarga ykkur úr falli? Nei, ég meina, við erum bara einhvern veginn, já, erfitt að fá þessu spurningu. Við erum bara að horfa fram á við og horfa fram með stöðurnar og þá komast í inn. Takk.